hann Måns Zelmerlöw frá Svíþjóð. Lagið heitir Heroes og það verið að spá þessu lagi sigri. Allavega góðu gengi í Eurovision og þeir þurfa nú fyrst að komast upp úr undankeppninni sem verður haldin í kvöld. Sjáum til hvernig það fer. En Bragi Bjarnason frá Árborg komin til mín. Heill og sæll. Sælublæsar. Eurovision stemning. Já, það ekki alltaf þessi tíma. Við erum komið einhvern veginn. Já, þó maður hafi nú ekki fundið kannski fyrir miklu væntingum í fólki einhvern veginn með þetta lag. Þetta svona farið rólega en kannski er það bara því að ég er ekki að fylgjast nógu mikið með, ég veit það ekki. Það getur líka verið þannig. Við erum einhvern veginn alltaf búin að vinna þetta mitt áður en við förum út, sko. Já. Þess vegna gott að vera með bara enga væntingar. Líkt að vera núna. Já, mann svona finnst það svolítið, sko. Maður svona fylgist með þessu svona með öðru auga, já, fínt. Gæti komið óvart. Já. Vonum það allavega. En það er þetta ekki eins og við verið bara í mörg ár allavega fyrir því ég man eftir mér, það er alltaf snakk og kók og svona stemning. Það er alltaf smá partystemning þegar þetta byrjar. Svo þegar maður er eldri þá fær maður sér eitthvað annað að drekka. Já, nákvæmlega. Já, vonandi að hann gangi vel í kvöld, það gerir alltaf laugardagskvöldi svolítið skemmtilega. Já, ég veit það. Ef við erum með. Já. Þannig að maður að finna sér eitthvað annað lag til að halda með. Já. Það er kannski bara Svíþjóð. Já, getur verið. Eða David Guetta. David, já, ég þarf að spila David Guetta eftir. Þetta er ansi lík lög. En hvað er að frétta frá Árborg? Það er allt og jákvæmt. Nú er sumarið alveg að detta inn. Í slittu-jéli? Slittu-jéli gangi? Ég held að þetta var sól, sko. Hvað var? Jú, við erum að byrja núna á fullu. Þannig að fólk var náttúrulega að fá innum lúguna hjá sér daginn viðburðina hjá okkur á allt Suðurland. Dreifðum því allt Suðurland, þannig að allir svona vissu hvað var að gerast og það er svona hefðbundin dagskrá svona yfir sumarinn, alltaf fullt af hátíðum bæði á Eyrarbakka, Stokkseyri og Selfossi. Og fyrsta hátíðin er að hefjast núna helgina og hún er svona mitt á milli, hún er á sveitabæði sem heitir Stokkseyrarsel hérna við Eyrarbakkaveg og það heitir Sagafest. Þetta er svona lista- og tónlistarhátíð og svona eins og þið sögðu sjálf, þetta er svona semi-hippa hátíð, sko. Hugsa mikið náttúruna og endurvinnslu og svona listir í kringu það. Þannig að það er hægt að kaupa sér miða þar á miði.is. Mjög áhugaverðir tónlistaviðburðir og svona workshop, listaworkshop. Þannig að þeir sem eru í þeim geira og hafa áhuga að kynna sér það geta kíkt þangað inn. Og endilega vonandi bara gengur þetta vel og veðri verið með þeim þó þau séu snemma sumast þannilega. Já, algjörlega. En mjög margir sem að koma þarna fram á þessari hátíð. Já, þetta er flottur listi hjá þeim og heyrt að séu alveg ótrúlega margir að koma í rauninni erlendir gestir sem eru svona tengdir við þetta, bæði listamenn og svo bara áhugasamir einstaklingar. Já. Er ekki sagt að þetta fara allt hringinn? Fyrir ekki hippatískan að koma aftur? Jú, væntanlega. Þetta er kannski fyrsta skrifið í því hérna hjá okkur. Það lítur að fara að koma, menna 60s kjólarnir komnir aftur í tísku og... Nákvæmlega. Þetta fyrir alltaf einhver staðir í hringi, sko. Já. Þannig að þetta er allavega, við segjum, fyrsta skipti sem þessi hátíð er haldin og bara við krossum fingur að þetta fái gott veður og þetta gangi vel, þannig að þessi geti svona vonandi bara fessi í sessi, því hún er aðeins öðruvís en hinar sem við erum með. Já. Og það er gott að fá aðeins eitthvað öðruvísi. Alltaf gaman að fá fjölbreytnina og bara fyrir alla, þannig að allir geti fundið sér eitthvað í sitt hæfi, sko. En svo náttúrulega styttist í hérna hjá okkur í rauninni sjómannadaginn sem er náttúrulega hátíðleginir á ströndinni og hálandarleikarnir sem eru hérna fyrir neðan Hótel Selfoss 7. júní á sjómannadaginn. Og svo er náttúrulega kótilettan, þannig að þú séu það er að bresta á. Þannig að það verður mjög spennandi og 17. júní náttúrulega strax í framhaldinu. Síðan förum við nú yfir svona kannski seinni hluta sumarsins þegar nær dregur því en í júní er þetta náttúrulega kótilettan stærst og svo Jónsmessuhátíðin á Eyrarbakka og Fornbílaklúbburinn á Selfossi. Já. Það er margt skemmtilegt fram að það er margt og fólk getur kíkt á þetta bæði inn á árborg.is og svo þeir sem hafa fengið þetta inn og lúna á sér en síðan svona kannski að bara svona okkur hérna náttúrulega fyrir foreldra að vita þá náttúrulega fenguðu inn og lúna líka núna daginn sumarið í Árborg sem eru semst námskeiðin fyrir börnin og það er fínt að fara að fletta því og svona skipuleggja sumarið og námskeiðin eru fljótt að fyllast. Þannig að það er náttúrulega mikið í boði allt frá því að geta farið á hesta, golf eða fótbolta, fimleika, handbolta eða frjálsíþróttir eða í einhverja listaskóla. Þannig að það er mikið í boði og hægt að spæða að fá vefútgáfa sinni á árborg.is og svo þeir sem fenguðu þetta inn og lúna hjá sér og hægt að nálgast þetta á svona upp í ráðhúsi og bókasafni og annað, það er hægt að nálgast blaðið líka. Glæsilegt. Og þarna er allt námskeið og íþróttir og fleiri eða ekki? Jú, svona allt þetta starf sem er í gangi í sumarið, sko. Bæði frá í rauninni vinnuskólanum og allt sem er í tengslu við hann og gott fyrir fólk að vita að það er ennþá verið að taka við umsóknum fyrir semst 8., 9. og 10. bekk og 17 ára aldurinn sem við tökum semst alla í vinnu sem eru búsettir í Árborg.
En það skiptir máli svona fyrir þá foreldrar sem heyra að þið skrái barnið ykkar inn á mín árborg. Það ekki gott þegar fólk bara mætir á fyrsta degi og skrá því að þetta þarf að vera komið inn í kerfið og við vitum og skipulöngum hópana, þannig að þeir sem eiga eftir að skrá sig, skráið ykkur núna. Eittur og bingo. Herru, svo það Sundhöll Selfoss, þetta allt á tíma eða ekki? Jú, þetta svona nánast alltaf tíma. Þessi sérstaklega nýja bygginginu. Lítur vel út. Lítur vel út, þetta að taka sig mynd núna, nú erum við fannir að helluleggja fyrir utan og þetta svona að verða snirtilegt og flott, sko. Þetta á að vera núna í lok júní eða ekki? Jú, svona óstaðfest svona verið að stefna og reyna að opna miðjan júní og þá horfum við kannski til 17. júní, það svona rosa flottu dagur til að opna þetta. Já, mjög. En það svona kemur í ljós núna næstu dögum hvort að það bara við sjáum fram á að það gangi eða ekki, sko. En það dagur sem við erum að miða við núna. Það væri flott. Já, það væri mjög flott að ná því, sko. Og ætti allt svona í nýju byggingun að vera klárt og það ekkert sem raunir kannski stoppa mikið þar en svo náttúrulega verið að laga líka eldri bygginguna. Já. Bæði verið að laga innilögin og þar sem búningsklifarnir alltaf var og þar þurfti síðan að rífa þakið af meira og svona aðeins meira sem kemur í ljósu þegar það verið að opna gamla byggingar. Þannig að það mun kannski taka aðeins lengri tíma að klára það. Gömlu búningsklifarnir, þeir eru bara frá eða ekki? Jú, það bara búið að rífa allt það út og þetta bara búið að strípa þetta. Já. Og það mun sem koma önnur svona aðstæðir sem partur af aðri byggingunni. Ok. En eins og segi, og svo líka Tryggvagatan, það náttúrulega búið að móka hana halva upp í rauninni og það verið að reyna að klára það líka svona í tíma þannig að fólk getur nú komist að byggingunni og það ekkert smá hólur sem þetta hefur verið að grafa gríðarlega djúpt. Já, það eru svona svolítið veglegar hólur. Já. En það gengur vel hjá þeim og þeir eru búin að komast aðeins nær fjær Austurveginum þannig að fólk hætti svona minkar stoppið sem búið að vera náttúrulega í vor tengslu við þetta. Algjörlega. En þetta var þörf framkvæmt. Ertu með eitthvað skúppand okkur með Sundhöll Selfoss? Verður kaffetería hérna og hvaða heilsurækt verður hérna? Nei, það nú ekki komið svo langt að menn sem ég búin að negla heilsurækt á aðra hæðina þó sem ég sé stefna á það. En það allavega, það eru margir áhersamir en það ekkert nýtt að frétta með það. Nei. Þannig að maður getur ekki logið einu svona í neinu, sko. En það náttúrulega stefnan þarna í andirinn, náttúrulega við fáum rosa fallegt og flott andiri, bjart og skemmtilegt og það náttúrulega á að vera svona kaffetería í rauninni, þannig að fólk getur aðeins gert meira úr því að fara í sund. Já. Þannig að þú getur sest aðeins niður og slakað á hann eftir. Já. Þetta verður svona meiri bóði heldur en höfum geta framkvæmt í gömlu byggingunni í dag, sko. Á sama verð eftir opnunni eða þarf að hækka eitthvað? Það nú ekki búið að taka neina ákvörðun það. Við erum náttúrulega sundlaugar verð á Íslandi fylgist svolítið svona að á millilega. Það eru í rauninni engar af þessum almenningslögur sem stinga sig mikið í stúf. Nei. Þetta alltaf svipuð, þannig að við erum ekki, það engar stórkostlegar hækkanir í því í kortunum, sko, en auðvitað fylgjum við sveitafélag Árborg eins og bara öðru sveitafélagum. Já. Og við erum hvað með 600 krónur stakkagjaldið í dag og svo reynum við frekar það kannski að gera þess betur við korthafana sem eru þá íbúðanir okkar, sko. Já. Það alltaf svona planið í rauninni að frekar að skattborgarnir njóti þess aðeins hérna heldur þeir sem eru koma sem gestir. Það koma sér einu sinni í laugina. Algjörlega. Þetta gott mál. Kemst Ísland áfram í kvöld? Ef ekki að vona það. Já. Verðum við ekki að segja já? Jú, ég held að þið komist áfram. Ertu búin að fylgjast eitthvað? Áttu uppáhaldslag í keppninni? Nei. Ég hef voðalega lítið búin að fylgjast með þessu. Já. Það bara í öðru núna. Eins og þú sagðir, væntingar ekki mikla kannski? Nei, kannski er það bara hjá manni sjálfum að maður er búin að fylgja svo lítið með það, maður veit ekki alveg að þessu. En þetta alltaf stuð og það er alltaf partíð í kringum þetta, þannig að vonandi komist þú áfram. Algjörlega. Bragi, takk fyrir spjallið og góða helgi. Já, takk samanleiðis.